Já, góðan daginn, eða góða kvöldið. Við erum hérna með Erb Eyvindarsson, Glasrocka, þekkti, sósíalistinn, kannski anarkistinn. Nei, sælur og markbleysaði, hvað segir þið? Blessaður, mjög gott. En þú sjálfur? Ég er rosa fín, já, ég er rosa gaman að vera með ykkur og ánægð með hasaninn í ykkur og hana, já, minn er heiðurinn, sko. Takk. Takk fyrir að koma í bunkerinn. Já, þetta er bunker. Þetta er bunker, já. Þetta er bunker. Ef það eru kjarnorku sprengir í leiðin að koma hingað á broadcast. Já, stýttist í allt. Fyrir að gerast. Þarna, hvernig kom það til að þú varst sósíalisti? Ertu búin að vera sósíalisti eins lengi og maður sterti þér? Já, sko, þetta er náttúrulega mjög eðlilegt, bara, sko, þetta er náttúrulegt, það er mjög náttúrulegt og eðlilegt að fatta kraftin í að vinna saman, skilur við. Já, nákvæmlega. Og það er bara mjög manneskjulegt og og þú veist, og það er mikið talað bara, já, hvað, þú veist, eðli mann, þú veist, ég meina það er enginn bara á leikskólanum bara að úthúða einhvern sem er ekki í nýjustu buxunum bara og er, þú veist, og er með bara eitthvað gauri með slaufu eða hann er af öðru, sko, kemur frá öðru landi eitthvað, þú veist, þetta er allt, það er svo margt sem er lært, sem er sagt að sé í eðli mannsins, það er bara kjaftaði. Og ég meina þetta er bara eins og, þú veist, nú er sko félagslegu darwinismi sem að svona hægri menn hafa gert mikið með að samkeppni, hinn hæfasti lifir af og svona, en ef einhver sem er búinn að lesa Darwin, þá er hann einmitt að tala að þegar að sko sammeina getur gert það verkum að sá ættbálkur sem ræðir sé miklu sterkari og þeir lifa af út af samvinnu, þú veist. Þannig að ég verð náttúrulega, maður fattar það mjög snemma, ég meina, og mér er alltaf verið kennt, þú veist, að standa með þeim sem þurfa á því að halda. Já. Og þú veist, það hefur í gegnum söguna heitið hitt og þetta. Og þú veist, og ég náttúrulega bara, ég skal alveg allan daginn, sko, eins og árið 2022, þú veist, þá er kannski skýrast bara að segja bara að það sé sósíalismi. En ég meina, ef okkur langar, því að þú veist, ef okkur langar að fara eitthvað nöllisma, hann nölla alveg yfir okkur, alveg bara upp með glirun og astmapústi, sko, það heitir political compass, hafið þið prófað þetta? Já, sem var mjög snjallt, sko, þetta er mjög snjallt, þetta er fyrsta sem að mjög stykka make a sense þegar maður var að gera svona einhver stjórnmálapróf, af því þú ert með sem sagt krossinn og þú ert með annars vegar að vinstri og hægri kvarðan og hægri er bara raun og veru bara ef þú átt peninginn og valdið þá bara þá er það þið eiginlega rétt að fyrirkomulega og þá getur þú gert hvað sem er. Þá getur þú bara verið á eiginu með Epstein bara að djöflast á okkur babies og þú getur bara verið að hrækja bara á fólk sem er að vinna vinnu og bara viðbjör. Og síðan náttúrulega lengst til vinstri náttúrulega ertu bara með það sem að hugsa við öll rétt og ekki bara sko eins og menn tala sko að þú fær tækifæri bara frá fæðingu heldur bara í raun og veru að við pössum öll upp og hvert annað og síðan alltaf hinn ásinn sem er efst uppi alltaf alræði og algjört frjálsræði og ég er búin að taka ég er búin að gera þessa könnun alveg nokkuð sinnum og ég er alltaf lengst til vinstri og alveg í neðstu hotninu, þannig að ég er eins frjálslyndur og eins vinstri sinna að ég er sko, þú veist, Chomsky og þessi kallar, þeir eru bara íhaldsmenn með hvernig ég mælist, sko. Það verðist vanta meira af svona fólki líka í stjórnmál á Íslandi, þetta er rosalega mikið íhald, vinstriflokkarnir hérna, AFG og svona, þú veist, þeir ná rosalega vel með sjálfum bara í gegnum það að vera íhaldsamir. Já, en sko, svo er það líka náttúrulega bara vegna þess að það sem gerist alltaf, að ég meina og það er líka mjög mikilvægt þú veist það segjast af því ætlum að nölla aðeins meira ég meina
þessi meistari hérna, ég ætla bara að setja hérna það sem að fólk kannski gerir sér grein fyrir Fyrsta klinkið í baukinn Fyrsta klinkið í baukinn Ríflega króna Þetta er rússagullið Brosir hann niður á himnum Já, heldur betur Já, bless up að þú veist, það skiptir öllu máli þú veist að vera, það er svo auðvelt þegar eins og núna í stjórnmálum, það snýst allt að allt að vera svona eitthvað sveimkennt eitthvað svona að bara til þess að allir geti nú verið með og til að stuða einhvern eitthvað svona en ef þú ert ekki með marxíska greiningu á samfélaginu út frá stéttunum þá myndi aldrei skilja af hverju að örfáir í samfélaginu sem hafa öll völd og í dag í sko borgarlegum kapitalisma þá eru völdin í peningunum áður voru þau í ætterni og stöðu innan kirkjunar og svona náttúrulega gerð bylting, franska byltingin og bandaríska byltingin sem gerir það að völdin sko liggi í því að eiga peninga og ef þú ert ekki búin að kynna stéttabaráttu sem er náttúrulega Karl Marx og Engels og fleiri Rosa Luxemburg og allt þetta gengi búin að skýra mjög þá myndi aldrei skilja af hverju svona örfáir geti ráðið svona ógeðslega miklu því að það eru stéttir bara alveg eins og gamli píramídinn sem að frá því 1850 eða hvenær maður gerður sem sýnir bara efst uppi peningurinn og það er niðurstaðan af þessum borgaralegu byltingum sem voru fínar í korter en við þurfum að þróast, við getum ekki bara að stoppa þróunna, ég meina í fallegsana með kongana og allt fínt sko, en eftir svo bara hætta og bara mannlegt samfélag að hætta að þróast það verður alltaf að þróast þannig að við losnum alla mismun og núna sko er svo mikið kraftur í því náttúrulega að minnka á Vesturlöndum svona allavega í orði að koma í veg fyrir mismunun út frá kynhneigð og kyni og allir þessu en þú veist, þetta er eitthvað sem kapitalismin er alveg tilbúin að gefa eftir en hann er aldrei tilbúin að gefa eftir mismunun í krafti fjármuna og þetta er akkurat út frá stéttinni sko út frá stéttapælingunum að í þessum píramída eru efst uppur peningurinn og síðan er ráðaliðið skilurðu og síðan kemur þetta, svo kemur herinn náttúrulega og svo kemur og svo er borgarastéttin og svo neðst niðri bara við vinnum fyrir alla við vinnum fyrir alla og borgarastéttin við étum fyrir ykkur herinn og löggan og félagar við skjótum ykkur og þú veist þetta að það eru efst uppi er æðsta stéttin í kapitalismunum hún er í bullandi stéttastríði og þeir eru svakalegu pening og afli í því að halda sinni stöðu og þeir eru til í alls konar hundakúnstir til þess að láta okkur halda að það sé verið einhver bylting í gangi skilur og ef það er ekki stéttabylting ef það er ekki verið að taka á kapitalismunum þá, þú veist, ég meina eins og að skipta einhverju máli hvort það sé blökkumaður eða kona sem að ræsir gasklefan í Auschwitz fattu hvað ég meina? Þú veist, og bara nú er alveg geggjað nú er nú Kamala Harris maður bara nú er komin svört kona sem getur bara halda áfram að dróna sprengja fjölskyldur í Miðausturlöndum þú veist, og þannig að þetta verður alltaf að vera út frá stéttabaráttu og það virðist einmitt bara einu munurinn á demókrötum og repúblíkunum að það eru kannski gay pride fánar á herþotunum og þú veist allt svona og það er að sprengja börnin af því að þeir eru báði demókratar, bandaríska kerfið náttúrulega bara ólíka, þetta er bara ólígarki algjört ólígarki að það eru tveir flokkar sem eru að berjast fyrir mismunandi tegundir af kapitalistum ég meina Trump kemur fram og hann er rosalega mikið að passa upp á olíuna og hann er að ræsa kólaver og eitthvað Biden er alveg sami kapitalista rungarinn en hann er kannski high-techið Silicon Valley með honum og þess vegna á hann auðveldara með að láta svona nota ritskoðuna á miðlunum gegn Trump bara því að hann er með þá gæja með sér í liði skilur, þannig að en þetta eru báðir þrær kapitalískir corporate flokkar sem vil ekki breyta neinu að mismunin mun halda áfram og ef þeir fengi halda áfram að rúlla þá myndi í lok dags bara vera þannig að mismunin væri bara
gegn fólki sem á ekki pening þú veist, og það vinnandi fólk og það einmitt ömurlegur frasi og klísja að það sé eitthvað samingi milli vinnuna sem þú leggur fram og því sem þú átt það bara ekki þannig þannig að þetta var sem sagt útidúr, ekki útidúr heldur bara svona grunnurinn af því að útskýra að þegar þú segir þessi sósíalisti það fullt af liði sem að kalla sig sósíalista ég meina algjöri skýta burgisaflokkan í Suður-Evrópu kalla sig sósíalista og þeir eru corporate allan daginn og líka það, og eins og líka stemningin og orðin þessi sko CNN sósíulúða liberal og ég á ofta tíðum bara, tala ekki ef maður tala við kannski félagar sinni í Bandaríkjunum að það eru sumir þar sem eru mun nærmanni í skoðunum heldur eitthvað lið sem að þykjast að vera rosalega mikið til vinstri í demokrataflokknum, skilur við, og þá ég að minna sem gæjar kannski sem að þú veist eru bara í vinnunni og hafa ekki alveg tíma til að kynna sér og fylgjast með og fatta að Trump náttúrulega bara það ný trúður í hringnum í sirkusnum, það komið ný trúður í arenuna í sirkusnum og þetta ógeðslega góður með ímynda budgeti sem hafa til þess að beita svona bellibræðum ég meina millions algjörlega og ég meina þú veist og það líka ástæðan maður sér bara líka hvað áróðurinn á Vesturlöndum hann svo ógeðslega úthugsaður ég meina það eru sálfræðingar og geðlæknar og dótari sem bara vera með í að móta þetta og þú veist og núna með öllum þessum miðlum að fylgjast með öllum persónuupplýsingum hvernig fólk velur þetta allt hluti af því þetta allt upplýsingar sem ekki bara til þess að átta sig á hvernig þú kaupir þú veist, hvað þú kaupir, hvaða fucking pungskílu þú kaupir eða fucking eitthvað drast hvað litu út á skyrtu þetta snýst líka það að fatta hvernig þetta ná fólki á band með ráðandi, þetta snýst líka bara að selja upplýsingar og ef einhver PR-stofa kaupir þessu upplýsingar þá hún bara að nota til að selja til dæmis gæðin sem vilja átta sig á hvernig kosningahegðun eða aðgerðahegðun eða hvernig þú beitið skilju og það náttúrulega það segir sér sjálft að venlegt fólk sem að þarf að vera í 2 vinnum til að geta fucking leikt sér einhvern eggjabakka upp í Æsufelli bara til að og samt bara ekki sétt það er ekki furða að það sé erfitt að fylgjast með og vera alveg geðveitt með á nótunum ég meina ef þú ert ykkur pappastrákur på Arnarnesi þá hefur þú bara allan fucking tíma í heimi til þess að átta á stöðunni og nota það til að viðhalda núverandi kerfi og allir fjölmiðlarnir bara bomba þessu endalaust þeir alltaf að endurtaka þetta og eru í rauninni með efri stéttunum, með eignastéttunum af því að þeir eiga þessa fjölmiðla og það var eitt sem við fengum fyrirvændi grískan fjármálaráðherra Jannis Varoufakis til algjörmeistari, hann var að benda þetta að efri stéttunar eru með mjög mikla stétta meðutund eins og þetta benda á absolutt það er svo sorglegt hvað við höfum þeir hafa bara nógan fucking tíma til að átta sig á sinni stéttastöðu það er einmitt það að fólk bara fucking vinna svo kemur heim og það að síðasta sem við heyra það eitthvað CNN, þú veist, rifrildi og meðan einhver skýrtu nappatappar í Garðabænum þeir bara svona já, nú ætlum ég að fara að stúdera hvernig við getum, þú veist, ok, nú ég aðeins einfald þetta en þetta er samt í rauninu svolítið hannig en svo komum við aftur að því að það eru fleiri stéttir og ef stéttir sem eru neðar heldur en ólígarkarnir og kapitalistarnir og þeir sem að ráða Vesturlöndum og í raun og veru stærstum hluta heimsins að einhver leyti að þú veist að hvert voru komnir? Ólígarkarnir á Vesturlöndum og lægstu stéttirnar já, og svo kom alltaf stéttir fyrir neðan og þeir sættast alveg við að vera fyrir neðan eins og til með stjórnmálastéttin stjórnmálastéttin í alveg og við sjáum þetta alveg bara inn á Alþingi það er fullt af liði, skilurðu sem að kannski einhvern tíma var með hugsjónir eða, þú veist, og kannski með einhver hugsjónir en þau fara svolítið inn og þá bara svona, velkomin í þú veist, við erum ekkert alltaf sammála svona en þú veist, nú ertu komin í klúbbin, svolítið. Country club, stemming bara. Það svolítið þannig. Það er fullt af frábæru fólki sem hefur setið á þingi á Íslandi
og staðið sér frábærlega, en ég að segja að þetta allavega það sem í boði, það bara leið og leiði mætið, þá bara búið að panta pizzu og það bara velkomin í gengið og það lið alveg í því að passa upp á að þeir, þú veist, ég meina, nú ætla ekki að, þú veist, eins og núna svona óslega mikið, það auðveldra að ráðast á hið opinbera, þú veist, og því þá náttúrulega færðu meðvind frá hægrinu sem vill náttúrulega rífa niður allt sem mögulega smá vottur að lýðræði, þú veist, að því að kapitalismin harðasta alræði og einræði sem til Einmitt. Að einhver eigi öll völd í samfélaginu, það engin sem kaus Þorstein Má. Nei. Ekki einn sem kaus Þorstein Má. Þú veist, það allavega aðeins skárra að við séum með fulltrúa á þingi sem eru kosnir af fólki þótt að þeir komið síðan, þótt að baráttan sér rosalega erfið að inni. En þú sér það þegar sko, stjórnmálastéttin, hún alveg að passa upp á sig og það alveg, líf þeirra gert þægilegt. Það fólki þar þarf að vera í þægilegri stöðu. Já, þetta algjört einræði mitt ofta á vinnustöðum og ekki einu svona í Rússlandi Stalins þurfti að biðja leyfi til að fara á klósetti, skilur, eins og fyrir Amazon, þeir mýi flöskur, skilur, það var ekki svo slæmt í Sovétríkjunum einu, þú bara með einhver týrand þarna uppi, einhverju mega corporation, þetta eiginlega orðið bara fjútalískt landsvæði sem hann á í rauninni í gegnum internetið og allt þetta dót, sko. Og ef við erum ekki með stétta meðvitund, þá náttúrulega, og við föttum ekki aflið sem felst í fjöldanum, þá því að okkar aflir í fjöldanum, þeirra aflir í basically bara öllu öðru. Eignunum, fjölmiðlanum. Já, því þú veist, Vesturlönd, allir stærstu fjölmiðlanir í eigu stórfyrirtækja og svo eru örfáararna sem í ríkiseign sem stýnst út frá þjóðarhagsmunum sem eru í dag orðnir nátengdir hagsmunum stórfyrirtækja. Þú veist, eftir sem að vald ríkisins verður minna og minna og það sem að það ástæðan fyrir það allt einkavætt, aflið, þú veist, þessar leifar af lýðræði sem það að það sé eitthvað opinbert sem við höfum eitthvað með að segja, þótt að sé nú mismikið, að aflið sé bara ekkert þar, þú veist, þá það þannig að því meira sem einkavætt, því minna vald hefur almenningur, skilur við. Við getum, það auðveldara að breyta ykkur fyrir fjöldan ef við hefum eitthvað í höndunum eins og til dæmis ef við ættum til dæmis þjóðarauðlind til þess að sem notuð í að borga fólki sem búin að vera þarna 2 ár bara löðu sveitt á skítakaupin og spítölum í sem COVID-faraldri, en þú veist, og þetta koma aftur að hvað þeir eru með mikið her af lögfræðingum og mannskap og lobbyistum og ræpu að það raun og verið búin að einkavæða það sem heitir í lögum þjóðarauðlind. Þú veist, þið gátu ekki einkavætt hana vegna þetta svona lögum þjóðarauðlind. Þannig að þeir svona megamix. Já, þetta svona fusion. Já, þetta svona eitthvað, þetta algjört fusion. Monstrosity. Þú veist, en í staðinn, þá fer bara, þú veist, það til nóg, Ísland getur verið forríkt. Já, fólk gerir sér ekki grein fyrir hvað getur skipt miklu máli að fá meira út úr þessu. Getur verið Noregur á sterum. Við getum verið Noregur á sterum, orkan, fiskurinn, þú veist, en í staðinn fyrir það, þá er bara kvóta, keisararnir eru bara snekkjusjóður og nýskíði og dóttur hans Þorsteins Má og svo bara einhver stemning, peningur fer bara í þvælu. 120 milljarðar síðan 2009 í arðgreiðslur og eigin fyrirtækjanna, stóru útgerðanna var 300 milljarðar í lok síðasta árs og svo vitum við ekki hvað þeir eru með skattaskjólum og falið. Nei, og þeir eru með skattaskjól, alveg. Og þú veist, og það svo fyndið, þessi dúttar, skilur, það alveg sama hvað við ákveðið eitthvað og þetta bara eins og bara allstaðar, það sem að, þú veist, svona óligarki að, þú veist, þeir þurfi ekki að hlusta á eitt í neitt, þeir finna alltaf leiðir, þú veist, af því þeir hafa svona mikið afl í krafti peninga. Og svo kannski munurinn okkur á Rússlandi, það kannski meira svona hard power óligarkar, þeir offa bara menn með eitthvað kjartinn, hérna meira svona soft power, hóta lögsóknum og eitthvað þannig. En maður hefur áhyggjur hvernig það verður eftir 10-15 ára, þetta heldur svona áfram, þá eru kannski komin eitthvað svona gangstera dæmi þar sem menn eru bara hverfa, skilur, þeir eru að segja hluti, þú veist, af því að það virðist bara þróun ef við stoppum þetta ekki. Já, ég meina að þú veist, sko, á Vesturlöndum, þá er það sett fram eins og, þú veist,
að það sé bara algjört málfrelsi og eitthvað svona. En það bara ekki þannig, það bara staðan á Vesturlöndum þannig að þeir eru tiltölulega öryggir með stöðuna, leið og eitthvað ógnar og þetta allt nátengt, vopnaðinaðurinn, stríðin að vera að sækja og ræna auðlindum af fólki sem útmálað sem múslimar og terroristar og svo vondu rússarnir og það alltaf Vesturlönd hafa alltaf verið svo mikið, sko, vestræna kerfið, kapitalismin á Vesturlöndum, hann nátengdur rasisma. Þetta bara basically, hann gæti ekki að lifa það af án rasisma. Hvernig heldur þú farið inn í land og takið milljónir í gíslingu og þeir endi bara plantegur í Bandaríkjunum að vinna frítt, skilurðu. Þú þarft að vera búin að niðra kynþáttinn eða trúarhópinn, þú veist. Þannig að Vesturlönd hafa alltaf keyrt á þessu, þú veist. Og en eins og þú segir mig að þú ber saman með Rússland, sko, Rússland náttúrulega það veist, ólígarkarnir ráða öllu sem þeir vilja ráða, en Pútín ræður ólígarkunum, en hann hefur það góða, og það munur til svo Úkraínu, ólígarkarnir ráða algjörlega Úkraínu, og þess vegna eru til dæmis Vesturlönd, ein af ástæðunum fyrir því að Vesturlönd elska miklu meira, þú veist, að geta díla beint við kapitalista, að þeir ráði ferðinni, eins og á allstóra Vesturlöndum, þú veist, þeim finnst, og þú veist, og þetta eitthvað svona sem að þú veist, þetta greining, það enginn að segja að það sé eitthvað geggjað, að það sé einhver dúddi sem ræður ógeðslega miklu, þú veist, miklu meira en allur almenningur, það alltaf vont, sko. En vestræni neoliberal kapitalismin, hann snýst að allt vald verða að vera á kapitalistum. Þannig að það pirrar þá alltaf strax ef einhver dúddi ræður ólígarkum. Þú veist, ólígarkarnir eiga ráða öllu, skilur. Þess vegna náttúrulega stór ástæða fyrir því að það pirringur á milli. Þú veist, ég til mér kom til Rússlands, ég sem alveg magnaði þegar ég ekki nema 25 ára, en ég kom til Rússlands á Jeltsin-tímabilinu. Þá Vesturlönd elskuðu Rússland. Rússland var viðbjóður. Það var sko, ég kom að það, og ég, maður var búin að vera alveg bara í mýrbíó og horfandi og lesandi, þú veist, bara, Dostojevski og eitthvað svona geðveikt merkileg rússnesk menning alveg langt aftur í aldir. Svo kom ég bara eitthvað skýta fucking McDonald's útibúið þetta. Og ræna öllu bara. Ólígarkarnir réðu Rússlandi, þeir réðu öllu. Það var bara mafíu, þú veist, bara mafían, mansal, viðbjóður, geðveik misskipting. Þetta var bara, ég var bara, bara. Svo bara Bill Clinton að spila á saxofónin bara dansandi sáttur með ástandið. Akkurat, og þú veist, og talandi að vera að Rússland og Bandaríkin eitthvað að skipta þessar kosningum. Ég meina, þú veist, Jeltsin var í kosningu 96, Jeltsin var að mælast með 5% fylgi, svo bara kemur Clinton Foundation inn og með allt sitt gengi sem tengdust, þú veist, öllu þessu CIA og félögum og með massa budget og þetta skím að búa til kapitalistastjætt með þessu bingo fucking, sko, þessu stýrða, þessu scam bingo af einkavæðingu. Við nú séð ömular, einkavæðingar eru alltaf aldrei okkur í hag, en þarna var bara brandari. Þarna elskuðu Vesturlönd þarna elskuðu Vesturlönd Rússland af því að þarna réðu ólígarkarnir öllu og auðurinn hann fór allur meira meira til Vesturlanda, þú veist. Þannig að og þá var Jeltsin fínn, en ég meina þú veist, Jeltsin var á fullu að murka Tjetjena, það allt í fínu á Vesturlöndum, af því að hann var að sjá til þess að peningurinn flæddi til kapitalistunum á Vesturlöndum, og þú veist, og það var það var það sprungu blaðamenn í loft upp sem voru að rífa kjaft við ég minnir að það þekktasta var við varnarmálaráðarann. Vesturlöndum var drull, skilur, þannig að aldrei það sem að corporate fjölmiðlarnir segja, þetta allt þvæla, þú veist, við eigum alltaf að gagnrýna og skoða hlutina
út frá almenning, hagsmunum almennings, hagsmunum í Úkraínu, hagsmunum almennings í Úkraínu. Zelenski, hann allt í einhver svaka hetja, þetta gæi í Panama-skjölunum, hann var að enda við að banna alla stjórnarandstöðuflokkana, það var meðal næstasta stjórn, ég stend með Úkraínumönnum og fara leiðandi líka stjórnarandstöðunni í Úkraínu, ekki bara einhverjum sjónvarstrúð sem að bara verður allt í einu bara og er púra stýrt af óligarkum. Þriðji ríkasti Úkraínumaðurinn var algjörlega á bakvið frambóðið hans. Já, bara hann setti bara tíka til trúðin og þeir, og þú veist, þannig að við erum alltaf greina þetta út frá hagsmunum almennings. Þú veist, og það er ástæðan fyrir að við erum á móti með stríði vegna þess að það er alltaf almenningur. Ólígarkarnir með að fokka sér, þeir eru náttúrulega hvorum með þessi við landamenn sem ólígarkarnir eru, þeir finna ekkert fyrir þessu, það er ekkert synið þeirra sem fari í þessi stríð og viðskiptaþvinganir, eitthvað svona blabla, eitthvað vesturlönd með eitthvað viðskiptaþvinganir sem þjónar alltaf fyrst og fremst þeim tilgangi að Evrópa neyðist til að kaupa alla sína þjónustu af Bandaríkjunum og þeirra bandamönnum, þannig að þú veist það er verið að tala núna bara, það er skortur á olíu því að við erum að setja viðskiptaþvinganir á Rússa, þeir eru svo vondir hvað kemur þá olían? Frá Sádi-Arabíu, flottur ekkert mál corporate fjölmiðlin tala ekki það þú sér þetta ekki á CNN bara, það var verið að voru ekki að afhausa 80 manns á einum degi flottir, skilur við en þá náttúrulega er þeir búin að segja hverjir eru vondukallarnir og það er alltaf þeir, það er alltaf þeir sem að hafa hlýðiki þú veist allt olíuríkin, þessi ógeðslegustu innræðsríki sem mannkinn hefur séð, Sameinuðu arabísku furstadæmin, Sádi-Arabíu og þetta þú veist, allir þeirra peningar fara gegnum vestræna banka og þetta er allt í dollar og pundum og vestrænum svona ráðandi gjaldmiðlum þannig að þú veist aftur komum við að greiningunni við erum ekki að standa með einhverjum apaköttum sem ekkert að gera með hagsmuni almennings Úkraína er ríkt land af hverju er það fátækasta land Evrópu, af hverju er það þú veist spiltasta land í heimi topp, ég held að sé í neðstu 5 sætunum alveg gjörsamlega mislukka land sem er bara stjórn á ólígarkum og þú veist það er engin lausn á því að Pútín ráðast inn, það er heldur engin lausn á því að láta NATO og Evrópusambandi koma inn og mixa þú veist þannig að já, þannig er nú það þetta er ríkalegt ástand við kannski snúum okkur á Íslandi og hendum upp einni mynd af konginum sjálfum, Bibi og það er svona pæling með hann eigum að vera að eyða orkun í þannan mann í umræðinu, er hann ekki bara eitthvað byssufóður fyrir auðvaldi, er hann ekki bara að taka á sig skellin fyrir, þú veist ég meina, hann er samt hann er bara auðmjúkur þjóll og svo er náttúrulega líka kannski bara hluti af þessu auðvaldi náttúrulega, hann er svo ríkur sjálfur hann er náttúrulega ríkur og engiðingarnir eru mjög ríkir, ég meina, þú veist, það er náttúrulega þú veist, það er alveg ástæða fyrir því að á sínum tíma, þá náttúrulega var valdi bundið ætterni mjög mikið, Tórsararnir og þú veist, og fleiri fjölskyldur sem að svona, og valdið færðist áfram, skilurðu, og þeir voru komnir með kapital, þú veist, þannig að, en eins og ég segi, hann er náttúrulega bara, þú veist, að persónu gera hlutina, þú veist, það skiptir ekki máli að hann færi. Nei, það myndi bara einhver annar. Nei, menna, þú veist, þá fara þeir bara, og ekki bara næsti örbylgjuréttur bara í Valhöll bara, nú, þú veist, hvað næsta sósa er tilbúin í að setja bara bindisnútin ekstra fucking þétt það fara örugglega ekkert blóð upp í hausinn sko. þú veist gósi ben og allir þessi mannskapur þú veist, þeir eru í vinnu því þeir eru lægrist auðvitað er hann nátengdur og hans fjölskylda þú veist, bara þessu arráni og þessu viðbjóðu sem á sér stað daglega á Íslandi en ég meina, þetta er sama með allt þetta lið, þú veist skiptu þeim út, það bara kemur nýr sko, þannig að þú veist, þess vegna finnst mér þetta ekkit snúast hann persónlega Nei. þú veist, en ég meina þú veist
Þetta er sulta, sko. Já, mér finnst líka fólk rætt við hann, þú veist, þegar hann mætir einhvern veginn, fólk er kannski með kjaftir hann ekki hann, svo mætir hann bara út þannig, þá er þessu allir fölni bara verið hrættir. En það er ekkert allir, það er náttúrulega stjórnmálastéttin náttúrulega, þeir vita kannski að hann hefur verið að gera með hvort að þau fá einhvern styrk, einhvern ökustyrk til að keyra 10.000 sinnum kringum landið eða einhverju aðri bítlingar sem tengjast því. Ég meina, þú veist, ég veit ekki af hverju með þetta að vera smeki við þennan HGH-kjálka þarna sem hann er að koma með, þú veist. Já, og sagðum daginn að vera eins og lofttegund bara. Já, þetta er lofttegund. Útblásinn bara. Já, ég meina, þetta er í alvörunni, bara, þú veist, ég meina, þú veist bara með bara einhvern peningapoka sem er að prumpa, skilur, og þú veist, þetta kemur bara nýtt, skilur. Þannig að þetta er kerfislegt. Já, þetta er kerfislegt, þetta snýst allt kerfi og það skiptir ógeðslega miklu máli í baráttunni að persónu gera þetta ekki. Af því að þú veist, það er eitt af tricksunum, skilur, að setja þetta upp eins og þetta snúist einstaklinga. Já. Veist, og þetta kerfi fórnar alveg sínum einstaklingum ef þeir þurfa. Veist, kerfi gerir það alveg. Og ég meina, veist, ef sjálfstæðisflokkurinn myndi allt í einu einhver tíma, og við höfum séð það í sögunni, bara, þú veist, þú skoða söguna ekkert endilega út frá Íslandi, að það hafa verið stjórnmálaflokkar sem voru í því hlutverki að passa upp á hérna eiginlegu ráðastétt leið og þeir fóru einhver aðra leið þá er bara nýrstjórn þá fer allur stuðningurinn gegnum fjölmiðlana, gegnum fjárstyrki og svo framvegis og gegnum alls konar bítlinga og einkavæðingar og allt þetta þú veist, þá fer það bara til næsta flokks sem er tilbúin í að leika leikinn sko. Já. Hvernig getur unnið þetta afl? Þú veist, það er alltaf djúvis mótlæti ef maður reynir, þú veist, Já, ég meina að þú veist, eins og ég segi, þú veist, maður verður bara að elska þetta, sko. Já, verður bara að fíla þetta, sko. Pæli ekki ómikið í kannski útkominu, þetta er bara prósess og það er bara gaman á honum. Já, ég meina, þú veist, þetta er endalaus barátta, ég meina, fyrir 150 árum síðan, ég meina, þá voru kommunistar og sósíalistar að berjast fyrir 8 stundar vinnudegi. Þá var fullt af fólki sem var bara bara 8 stundar vinnudag, hvaða fantasíu þvæla bara helgarfrí bara, þú veist, að börn séu ekki notuð bara í Bretlandi, börn séu bara ekki send niður í strompa til að þrífa strompa, börnin voru alltaf látin gera þetta þegar þau pössu svo vel í strompana og dóu bara við þetta að banna þetta, bara bara þetta hvaða útópíu kommunista rugl er þetta? Hvað kostar? Já, einmitt, það er sko fjárhagslega mjög hagkvæmt sko, þetta er fjárhagslega mjög hagkvæmt en þú veist, við erum búin að vinna rosalega mikið á og þú veist, og við erum að vinna öll þessi hreyfing og að hann komið aftur að þú veist, og það skiptir mjög miklu máli, er svona kreddu komarugl sko, skilar okkur ekki neinu nema sundrungu og þú veist, og þá er ég að tala nú er ég ekki að tala bara, þú veist, samfylkingunni eða eitthvað, nú er ég að tala bara, þú veist, að róttaka upp, þau geta verið, þú veist, við getum alveg talað að eitthvað endalaust nákvæmlega bara hvað tegundir af súkkulaði á að vera einhverjum sjálfsala í einhverju framtíðaríki, skilur þú veist, stéttavitund, skilur ef þú ert í stéttastjórnmálum, það er fullt af liði sem að er í þeirri baráttu, það eru rauðir anarkistar og það eru kommunistar og það eru sósíalistar og þú veist, og ég meina sumstaðar í heiminu þá heitir þetta ekki eins og þessum nöfnum, þú veist, þannig að það skiptir óslega miklu máli að sjá í gegnum allt þetta rugl og skiptir líka rosalega miklu máli að ég meina elsta triksið í bókinni hjá ráðandi öflum hefur náttúrulega verið að deila og drótna og kljúa fólk út frá hlutum eins og til mis trúabröðum og ég til mis að það er ekkert mörg ár síðan ég átta mig bara á því að þú veist, þótt að ég sé trúleysingi þú veist, þá ef þú ert að gera frábæra hluti fyrir heiminn og fyrir almenning þú veist, þá er alveg sama þótt þú sért sko, þótt að þú haldir ekki upp á jólin af því að jólin þín eru í janúar eða þú veist, Eid Mubarak eða eitthvað svona dót, þetta skiptir ekki máli þú veist, Noam Chomsky hefur talað þetta líka, hann segir bara ég hugsa bara, ég dæmi út frá hvað þú gerir ekki
hvernig túrbaninn á hausnum á þér eða eitthvað svona eða kynþættir þetta er allt bullshit en þetta er líka alltaf sem vinstrihreyfingin hefur verið mjög öflug með þú veist eins og bara þú veist það eru róttækustu vinstri hreyfingar það róttækasta vinstrisinnaðasta verkalýðshreyfingin í Bandaríkjunum, þú veist, 2x2x sem byrja á því að segja bara, heyrðu, þú veist, af hverju stóru verkalýðshreyfingarnar í Bandaríkjunum sem þykjast vera vinstrisinnaðar, af hverju þeir ekki með blökkumenn, þú veist, af hverju ætti, þú skilur, og það er það sem að, þannig ég segi, við erum alltaf líka, þú veist, við sjáum, skilur, þetta er náttúrulega, þetta er ekki einu orusta, skilur, þetta er náttúrulega bara, þetta er stríð, skilur, og kannski vont að nota samlingur við stríð, þetta er náttúrulega ekki stríð. Þetta er barátta, þetta er strætfólk. Já, þetta er barátta, það sem að, og við þurfum að sjá líka, og við þurfum að muna náttúrulega, þú veist, að þú veist, það eru fullt af sigrum. Já. Ég meina, þú veist, ég náttúrulega var mjög lengi náttúrulega í svona hálf kratískum flokkum, sko, í unglarhreyfingum, sko, og þannig að mér leið þegar að sem sagt VG fer í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokk og Framsókn þá hugsaði ég bara og við töpuðum vinstriflokk en á sama tíma þá græddum við náttúrulega verkalýðshreyfingu. Nefnilega. Seinasta verkalýðstengingin inn á Alþingi hverfur með inngöngu VG í samstarfi Sjálfstæðisflokkin, eðlilega. Ögmundur Jónasson, salút Ögmundur Jónasson, hann fór Drífa Snædal fór, fleiri fóru og þá var þetta bara orðið nákvæmlega þessi súri hvítvínsklúbbur sem að hafa búið fullkomna hringinn en aflið er rosalega mikið í verkalýðshreyfingunni og það er svakaleg barátta og ég meina að þeir sem ráða ferðinni þeir eru alveg búin að átta sig á því en þeir lesið bara sem vísir og félagar eru að skrifa baráttuna og bara talandi lofthjöfund, það blæs á milli það blístrar bara þegar þessi liður að lesa fréttir ég meina, þú veist Solveig þú veist, Efling Vilhjálmur Birgis var að vinna þú veist, og þarna komum við aftur að því átta sig á þú veist, hann er ekkert gæi sem er eitthvað að tala ykkur svaka vinstri sinnu hugtök eitthvað hann er ekkert eitthvað, ég er masslenist í maoisti, bara, þú veist, fuck it, það er aukaðatriði. Ég vil bara sjá þið gera góða hluti fyrir almenning og hag almennings og það er sama með, Ragnar í Vaffer og fleiri, þú veist, ég náttúrulega er, sko, þú veist, anarkosyndikalismin, ef við ætlum að nölla aðeins meira. Hann snýst náttúrulega rosalega mikið vald, þess aflið í verkalýðshreyfingunni. Veist, og það er það öflugt vald að þegar liðið fær borga fólk sem þrýfur klósett það fær borga kúk og kanil en við prófa að sleppa því bara að þrýfa klósettið bara í viku bara til lukku með það gemildansk rosa power í þessu bara geta lagt niður bara nú ætla ég ekki bara þú veist bara alls konar bremsu fyrir því Bjarnar Ben og félagamæður einhverja ræðilegt ketofæði sko og síðan bara þú veist er þetta bara nei heyrðu við það þarf skilur við að hækka kaupið þannig að ég myndi segja að bara þetta verkalýðshreyfingarnar að styðja það bara sé mjög mikilvægt og taka þátt í því ef maður er í sínu stéttarfélagi og svo náttúrulega bara þessi persónulega barátta og halda áfram að segja hluti og aldrei að láta þú veist þessa vestrænu kapitalísku heimsóldasinnu narratífu við erum miklu meira með á nótunum við sem erum búin að sko berjast gegn þú veist öllu, bara alla ævi þú veist, stríðum og þú veist, rasismu og dótari svo kemur eitthvað svona lið sem að allt í hennu bara heyrðu, já núna má tala gegn þessu málefna því það hentar narratífinu þú veist, og það er þannig ég meina, þú veist, og ég er ekki að gera lítið úr neinu, þú veist, ég er ekki að gera lítið úr neinu en ég er bara að segja, þú veist, að þegar að þú veist, nú er ég ekki Joe Rogan rungari en það er alveg ástæða fyrir því að corporate fjölmiðlarnir fara gegn honum
Heldur betur. Og þeir setja þetta upp fyrir almenningu á Vesturlöndum eins og þetta sé vegna þess að sé alltaf að tala einhverja samsæriskalla, einhverja hægri sinna samsæriskalla. Nei, það miklu meira það, jú, kannski líka, en fyrst og fremst að það að, ég meina, stærstu viðtölin við fólk eins og Abby Martin hjá Empire Files, sem öflugasti og eitt besti fjölmiðill sem greinir heimsstöðuna. Frábær blaðamaður. Já, hún kemur til Joe Rogan og hún segir hluti sem að, þýsk stjórnvöld skilur reyna að búi til lög að það má ekki segja að sionismi sé rasísk hugmyndafræði sem hún að það er allt í einu bara, það má ekki segja það, skilur og leið hún kemur og segir bara, herðu, það eru bara 2 passar ef þú ert Palestínumaður eða ef þú ert, og þá meina ég sérst Palestínumaður innan Ísraels, skilur og þú veist Edward Snowden kemur og það eru milljónir að fylgjast með. Þetta er rosalega því að aflið, þetta er ekki bara út frá einhverju svona hugsun sem hafa einhvers staðar niður að kerfið síðan svo heldur þetta líka það að þetta er gæri business og þeir eru með einokun á markaði á upplýsingum og upplýsingar eru peningar. Það er fólk fattar ekki hvað þetta er svakaleg markasvara, upplýsingar. Það að þeir geti stýrt, það að til dæmis eins og fyrir Íraksstríð þá setjast gæði þetta niður með Murdoch sem á bara, ógeðslega mikið af öflugustu stærstu fjölmiðlum á Vesturlöndum og spyr bara, ertu ekki bara til í, að Íraksstríðið sé bara fínt? Já. Og hann segir bara já og þá er Fox News og allir hans miðlar bara með í því að peppa það, þess að lygi, skilur ennina samsæriskenningaþvæluna sem er borin á borð fyrir almenningarna, skilur. Bæðið Pentagonið með ítökin í miðlana og miðlarnir eru margir í eigu vopnaframleiðenda og fleiri. Akkurat, og síðan bara líka, já, akkurat, og líka bara, við skulum ekki, það er svolítið mikið svona af fólki sem er alveg með rétta hjartað, en er að flækja þetta aðeins og með mikið að skipta einhver máli hvort þessi gæja setjist niður á frímúrarafundi eða Bilderbergfundi, hvað þeir eru að gera, þeir séu bara einhvern veginn bara í einhverju human centipede, í einhverjum kjallar á einhverju leyni, það skiptir ekki máli. Máli skiptir, þeir eru allir með sömu hagsmunna í grunninn. Auðvitað eru kapitalista líka náttúrulega berast innbyrðis, en þeir eru með sömu hagsmunna sem eru það að 1% ráði áfram, skilur við. Og það er hinu eiginlega leyniregla, og fjármálastofnarnar sem alþjóðlegu fjármálastofnarnar sem þeir eru vilja hafa sem mest vald, og þeir beita síðan ríkisstjórnum, ég meina, þeir beita náttúrulega ríkisstjórnum fyrir því að í til dæmis viðskiptaþvingunum. Ég meina, það verður erfiðara fyrir Evrópu, núna er komið viðskiptaþvinganir á Rússland og nú er komið viðskiptaþvinganir á Íran og þegar Bandaríkin, fólk gerir sér grein fyrir að Bandaríkin bara eiga Vesturlönd. Bandaríkin setja viðskiptaþvinganir á Kúbu, Venezuela, Íran, Rússland, núna er þetta Evrópa öll með á Rússland, en þegar þeir gera það, þá er alltaf þriðja aðila refsað. Þannig að evrópsk ríki, og dollarinn er dominant, þannig að þeir geta refsað, það er ekki séns fyrir evrópsk fyrirtæki að vera að reyna að vinna einhvern business við Kúbu eða Venezuela eða Íran. Þannig að það verður alltaf erfið, þannig að allt á að vera þannig að við stundum bara viðskipti við ráðandi kapitalistaríkið í þessu hreiðri sem við erum í og ég meina síðan náttúrulega núna þegar það er komin olíuskortur í Bandaríkjunum þá heyra þeir bara herri Maduro þetta Juan Guaidó þetta var bara grín sko þú ert forseti já þú ert alveg forseti ok hættum Juan Guaidó eitthvað bara sem bara mess hann er bara Guðmundur Franklín sko hann er með svipað stöðning en sjá hvað ég meina þeir gera bara sem sýnist og NATO er alveg eins þú veist það er ekkert ríki í Evrópu sem gerir eitthvað sjálft í einhverju stríðsæsing nema Tyrkland, þú veist, en eru þeir svona skítuða barnir alltaf í NATO. Það er enginn sem gerir neitt á þess að tala við kanan, þú veist. En ef kaninni vill að bomba einhvern hingað að fanga, þú veist, þeir ekki að hringa eitthvað í Þýskaland eða bara hvað finnst þér Merkel, bara, þú veist, bara, þetta er símtalið bæðið við hlerað af leyniþjónustunum okkar, þú veist, hann að, hvað segirðu? Svaraði nú. Já, svaraði nú, já. Hann að, Já, kannski horfum þá eitt vídeo um Obama, því þetta tengist mjög mikið, við erum talað um narratífu, það er alltaf narratífið, sko, og kannski lætur það heyrnartóls og
og hann að tala þetta narratíf sem maður heyrir oft frá könunum sko, fyrir því að þeir sé að fara í öll þessi stríð. Þetta Obama 2011 að tala við hermenn. Já. Because of you, because you sacrificed so much for a people that you had never met, Iraqis have a chance to forge their own destiny. Já, flottur. That's part of what makes us special as Americans. Unlike the old empires, we don't make these sacrifices for territory or for resources. Mitt. Vantar bara hlátur úr Friends. Já, standard. We do it because it's right. Á einnanna blind fullum fokkaði maður. En þetta, var ég að borga minna þetta kjaftaði maður, þú ert ekkert fyndin. Þetta narratív sem maður heyrir, að þau gerir þetta af því þetta rétt og þetta fyrir freedom og þú veist, það kannski áróðurinn sem svona fólk gerir sér ekki grein fyrir. Það bara bombardment bara þessu, við erum góða fólkið. Ég veit það, en sjáu sko, þetta kom aftur að því að þessi stéttagreining er rosalega mikilvæg. Að vera alþjóðasinnaður, aldrei að fara í það að vera, svona kratismi og meira segja, svona róttæku kratismi, hann svolítið mikið svona, að ég glata að nota orðið þjóðernisósíalismi, af því að það náttúrulega allt annað. En að basically, að ef þú getur haft að þitt land komist upp með að vera með velferð. Það frábært, skilurðu, en þú getur, skilurðu, ef þú kemst upp með það, en það verið að stúta löndum í þriðja heiminum fyrir að vilja það sama, þá ert þú, þá ertu náttúrulega bara þjóðernisrungari, sko. Já, heldur betur. Þannig að þú veist, þannig að þú veist, að vera alþjóðasinni skiptir rosalega miklu máli í þessu. Þú veist, það skiptir alveg jafn miklu máli hvernig verið að drepa skítsama hvar hann í heiminum fyrir það að berjast fyrir því að eiga mannsamandi líf og eiga auðlindirnar sína, sem ekki búið að engavæða allar auðlindirnar til útlanda, útlanda til Vesturlanda, eða þú veist þessa fyrst og fremst vestranu sko auðringa, þannig að en sjáu þið, öll stórveldi og já, einmitt, og það komum við að því hvað mikilvægt að kynna sér sögu, sagnfræði. Því öll stórveldi búa sér til mýtur og ráðastéttin að hugsa að eiga auðinn og bara geta verið með bara alls konar silki, kasketti og fjadra dúska á öxlunum og svona bara að skoða bara fíflalætin sem ríkt fólk hefur gert þetta gegnum árhundruðin. Síðan hvernig sannfærirðu, þú veist, almenning, af því að almenningur allstaðar í heiminum, þú veist, það skítsama hvort það sé Bandaríkin, Norður-Kórea, Palestína, Ísrael, whatever, bara hvar sem í heiminum, í grunninn vilja allir það sama. Þú veist, það bara að sé lifa öruggu lífi, þak yfir höfuðið, nóg að éta og drekka, þú veist, að geta eignast fjölskyldu, hún sé örugg, það vilja allir það sama. Þú veist, þannig að þú þarft að búa til alls konar bull til þess að sannfæra lið að þú eigir meiri rétt heldur en næsta þjóð á auðlindinni og afrakstri vinnuna þinnar. Þannig að ef þú skoða sagnfræðina þá sérðu að auðmenn síns tíma, það er farið að ræna gulli af frumbyggjum sem sagt Ameríku. Já, og þá eru náttúrulega bara þú veist, kapitalistar, þótt að kapitalismin hafi þróast fullt, þá erum við samt að tala að búa til kapital og láta það sem sagt gera þig valdameiri í krafti þess að þú átt fullt af pening. Þetta er svo vestrænt, það kemur rosalega leið og þú getur byrjað að ræna auðlindum og fólki frá öðrum löndum, þá náttúrulega byggir upp þetta kapital, þannig að þú veist, við erum að sjá mjög snemma að minnstakosti vísa af kapitalistum. Og þeir náttúrulega eru bara, það er gull þarna,
við verðum að ná þessu gulli, en hvernig að sannfara fólk að vera að fara, venjulegt fólk, einhverja bændur sem eru kannski bara í fíling með fjölskyldunni sinni, það er í Hollandi eða Þýskalandi eða Bretlandi eða hvað nú að fara þarna og drepast fyrir þessa vitleysu. Jú, við erum að fara að bjarga þeim. Þetta eru heiðingjar. Þeir trúi ekki á Jesú og Guð og við þurfum að frelsa. Þannig við þurfum að fara þarna inn, alltaf er tilgangurinn græðgin, sem sagt kapitalismin, þú veist, og frumkapitalismin getum við kannski sagt. En það þarf einhvern veginn að vera með einhverja mýtu eða narratífu til að venjulegt fólk, því að venjulegt fólk er gott fólk í grunninn. Og þá fara þeir þarna eitthvað og eru bara eitthvað, þú veist, bara drepi ykkur að indjána, þú veist, nú ætlum ég ekkert að segja að þetta hafi verið skilgengir ofbeldi hefur sem betur verið aðeins skýrari með árunum, en fattu hvað ég meina, ég get að segja að vera einhver veisla mannskap sem var að fara að murka indjánuna, en þú veist, það var samt fullt af fólki sem þurfti virkilega heila þó til þess að fara í svona mission. Og síðan missir kirkjan valdið, hún missir valdið og missir sannfæringarkraftin. Og þá er raun og veru það sem tekur við þegar að kóngarnir og valdasett þess tíma og kaupmennir þegar þeir eru með eitthvað mission sem þeir eru að fara í, að ræna og arræna og nýlenduvæða, þá fá þeir prestana með sér til að fara og tala við líðin og útskýra af hverju þarf að gera þetta, af hverju þurfum við að fara í þetta stríð eða hvað sem er. Svo náttúrulega missir kirkjan svo mikið valdið og þá þarf að koma eitthvað nýtt, sko. Og fjölmiðlar, þessi corporate fjölmiðlar, þeir eru orðinir bara svo nýja kirkjan. Þeir koma og matriða. Ég meina, þú veist, það er sama hvað þvætting NATO fer í, hvað sprengja mikið af börnum og konum og saklausu fólki um allan heim. Það er rosa mikið af fólki sem er í rauninni bara gott fólk, sem heldur bara, þú veist, að það sé verið að gera góða hluti, sko. Það sé verið að þú veist, að vera lýðræðisvæðamar og það er bara, þú veist, þannig að þú veist, í dag er mýtan og sérstaklega gagnvart Bandaríkjunum að þeir náttúrulega þurfa að trúa því að þeir séu að gera gott með þessu, að þeir séu svo góðir og þeirra lýðræði séu svo geggjað, skilur við, þú veist. Best of all systems. Já, skilur við, þú veist, eitthvað, þú veist, bara algjörg óligarkía, þú veist, bara Bandaríkjunum er ekki lýðræðis ekki fyrir 5 aura, þú veist, og ef það má segja bara, þú veist, ef við erum í alvegni að taka út lýðræðishyggju, þú veist, mjög ólýðræðisleg lýðræðishyggju, þú veist, eins og Rússland til dæmis, tölum bara mannamál, hættum með einhverju svona áróðustvæli og svona svarthvít bull, þú veist, Bandaríkin er það ekki shit, og þú veist, og ég meina hversu öflugt er lýðræðin á Íslandi, það er sama hvað mikill yfirgnæfandi meirihluti þjóðarinnar er löngu búin að gera sér grein fyrir hvað þetta kvótakerfi er þvættingur, af hverju breytist ekkert, sama hvað gerist, af hverju breytist kvótakerfið ekki, þú veist, það er vegna þess að þetta eru ólígarkarnir okkar sem ráða ferðinni, þú veist, og þú veist, og það eru fleiri svona hlutir, skilur, sem við getum nefnt, það sem ekkert breytist, þannig að lýðræði, það getur vel verið að þú getur fjölgað einhverjum hraðahindrunum á Fáskrúðsfirði, skilur, já, geggjað, til lukku með það, en það sem skiptir máli og sem að heggur á hagsmuni milljarðamæringan okkar, það breytist ekki, sko. Nei. Og það er að sama að gerast í Bandaríkjunum að þegar þeir sjá byltingarástandi, það er millistéttin að minnka, það er erfiðara að lifa af meira þess að tvöföldu vinnunni sem þú átt að sinna í Bandaríkjunum til að bara geta bara átt fyrir sjúkrahúsvist, skilu. Þannig að Bandaríkjunum er alveg smátt að fatta þetta og þá náttúrulega þarf að gefa eftir af gamla kerfinu. Og þá er það sem við sjáum líka svolítið að af þessum corporate íhaldsfésum corporate hægri fésum þá náttúrulega þú veist, það eru frjálslyndu kapitalistarnir og íhaldskapitalistarnir sem hafa verið Biden er svona frjálslyndur, liberal kapitalisti, konservativ er hinvængurinn og það er verið að gefa eftir, skilurðu, þessa hluti til að líta út, þannig að almenningur halda sé verið að breyta ykkur með því að leyfa einn og einni konu að fá að fljóta með einum og einum blökkum að það sé forseti, þú veist, þannig að sé ykkur annar, hann að líta út eins og að það sé ekki verið að þú veist, sem náttúrulega breytir einhver fyrir heildina, því að meina, þú veist, það er verið að murka, sko, brúnt fólk bara út allan heim, bara af sama gæja, hann er ekki með, sko, vitund hann er bara eins og allt þetta lið. Þannig að basically,
þeir gefa eftir, skilur við, og ég meina, í lok dagsins, ég meina, hverju breytir það þótt að það væri orðin allt í einu bara, þú veist, bara svartur, gyðingur, fatlaður, og við tala alla hópa sem mismunað, og ef þeim myndi allir bara vera bara fullkomnast í einum forseta, ef hann heldur áfram sömu stefnu, þá fólk í heiminum sem er kúað út frá öllum þessum hlutum sem ég nefndi, þeir halda áfram að vera kúaðir, því það verið að kúa fólk í krafti fjármuna. Þú getur ekki verið einhver boss feminismi, þú veist, ef það eru sko, þú veist, 1.000.000 konur í Bangladesh sem að deyja bara, þú veist, bara úr auðlæknilegum sjúkdómum og bara þú veist, og eru bara nýkomnar vaktina að sauma Nike-skó. Ef þú vilt í alveg feministi, þá stendur með þeim. En þú veist ekki bara eitthvað, það er svo gott að það komin einhver ný kona hérna í stjórn Nike. Og þess vegna komst Obama bara upp með að gera hluti sem Bush hefði bara aldrei dreymt að geta gert, eins og allar þessar drónárásir sem þeir fjölgaði rosalega og þú veist, hann gæti bara gert rosalega mikið af hluti sem bara corporatistarnir bara elskuðu. En hann komst upp með að því að hann með gott front, Akkurat, og þetta leikurinn þetta er PR-leikur sem þeir leika. Þú veist, og síðan náttúrulega kemur bakslag vegna þess að þeir sem fengu ekki lausn á sínum vandamálum, vinnandi fólk í Bandaríkjunum og ekki síst náttúrulega með áherslu á hvítt vinnandi fólk sem Trump kemur inn, þú veist, hann raun og veru að taka sko svipaða ræður varandi þú veist, eins og allir lýðskruðum að gera. Þeir eru með mismunandi ræður fyrir mismunandi hópa. Þú veist, Hitler, en afvega leiðir alltaf, tala aldrei um kjarnamálsins. Þeir tala um vandamálið, en lausnin þvæla. Þú veist, Hitler fer og talar við verkalýð, skilurðu, í kreppu í Þýskalandi og hann talar um vandamálið sem náttúrulega bara það að þú veist, þeir eru að vinna, brjóta sér bakið í vinnu en uppsker ekki eins og þau sá og svo kemur hann sko, þetta sko, kapitalismin sko, neða sko, ekki sko, gyðingarnir og bendur á ríku gyðingarnir, ríku kapitalísku gyðingarnir. Svo fer hann og talaði við kapitalistana sem eiga Þýskaland og hann segir við þá, helvítis kommunistarnir og kratarnir og allt þetta og gyðingar sko, þetta bolsjevikarnir, Karl Marx maður, þetta gyðingur og við mögum aldrei láta gabba okkur út í það að það sé, þú veist, eins og þótt að sé fullt af einhverjum ríkum gyðingum skilur til í heiminum, þú veist, þá þeir ekkert að standa með vinnandi fólki alveg saman hvort séu gyðingar eða ekki gyðingar. Það hefur ekkert mikið með gyðingdóm í sjálfur sér að gera. Hefur bara ekkert með það að gera. Það grilla bara því fram með mitt. Ég veit það. Og það alveg sama með, þú veist, Obama var ekkert að berjast, skilur, það ekki svo hann var að passa upp á að Afríka hefði það gett gott. Þú veist. Þvert á móti eiginlega, sko. Já, þvert á móti, ég meina. Og þannig skipti ógeðslega miklu máli. Það láta bara aldrei, þú veist, bara, ef það kæmi bara einhver dúti að inn bara, sem væri bara eineyður bara, og væri bara með álværu og 4 hendur, bara ekki láta það tröfla þig. Bara ef hann er með vitund það sem þarf að gera, skilur. Þá er hann comrade, sko. Nákvæmlega, sko. Svo að fólk að passa sig ofta á þessum lippum, sko, þeir gerðu það í þinghúsinu, þeir tók allir hné í þingsalum, skilur, og þá átti það svona friðþæga Black Lives Matter hópinn og þú veist, og það virkaði ógeðslega marga, þá bara svona hætti fólk að mótmæla og allt í góðu, en þú veist, þau gerðu samt ekki neitt. Þannig að það líka, þú veist, við erum að passa okkur á svona fólki sem bara virtue signaling, gerir síðan ekki neitt. Algjörlega, þú veist, það að gera góða hluti, það er ekki sama og það að mögulega gera eitthvað smá góðan hlut eða þykjast gera það og hringi í alla fjölmiðlana. Já. Skilur, það er það sem þetta virtue signaling snýst en þetta er náttúrulega bara hluti af auglýsingamennsku. Sko, auglýsingastofur stýra þessu öllu, þetta PR-dæmi og Vesturlönd svo ógeðslega góð í þessu. Þú veist, maður sér þetta núna í Úkraínustuðinu. Þú veist, áróðurinn á Vesturlöndum voru ógeðslega úthugsaðar og snjall. Þú veist, Rússinn svo klunnar. Maður sér alltaf að áróðurinn þeirra, ég meina, auðvitað er hann einhliða líka, þú veist, en hann samt svo klunnalegur. Maður bara svona, en þú veist, á Vesturlöndum, þú veist, eins og ég segi, það búið að eyða svakalegu, þú veist, ég meina, PR, upprunalega PR-starfsemin,
100 ár síðan eða eitthvað sem að dúddinn kemur fram. Það Edvard Bernays, við töluðum aðeins hann í þættinum daginn, hann var frændi Freuds og hann byrjaði svolítið svona public relations og auglýsingasálfræði og þetta var bara super effektiv og Bandaríkjamenn voru alveg all in í þessu dæmi, þróuðu sálfræðina mjög langt áfram. Og allt hvernig talaði fólk gegnum fjölmiðla og svona, þetta allt bara tækni. Þú veist, ég hef unnið auglýsingastofu og bara ég var að vinna með gæja sko sem var bara mjög svipuðu slóðum og ég pólitískt. En hann var aðalgæinn í að hanna sko öll slagorðin og alla baráttuna fyrir sjálfstæðisflokkinn í borginni. Skilur þú veist, þannig að þetta hefur ekkert að gera með einhverjar þetta er púra auglýsingamennska sem að þeir eru vesturlönd mastera. Bandaríkin sérstaklega. Ég meina að þú veist bara þetta byrjar svo snemma, ég meina bara, þú veist, bara muni ekki til lukkulokabókunum, það kemur alltaf einhver apaköttur inn í bæinn sem að selja eitthvað svona, eitthvað snákaolíu sem að þú far sítt hár, einhver sköll og þitt út þarna, þú veist, þetta er bara snákaolía. Það er djúpt í kananum, veist það? Já, og þú veist, og við þurfum alltaf, og alls það er alltaf. Og við þurfum alltaf líka, alltaf að lesta eitthvað, alltaf að skoða hagsmunina bak við það. Þú veist, ég meina, núna það er mjög einfalt, ég meina þú skoða BBC eða TASS eða ríkisreknu fjölmiðlana í Rússlandi eða ríkisreknu fjölmiðlana í Bretlandi, þá veistu alveg hver hagsmunir á bak það. Á Vesturlöndum þá er það frjáls fjölmiðlun, bara rosa frjáls fjölmiðlun, einn forríkur dúddi, milljarðamæringur, af hverju er það alltaf frjáls fjölmiðlun að hann á fjölmiðlun? Hann er bara að tala nákvæmlega út frá sínum hagsmunum síns fyrirtækis sem er miklu sterkara og öflugra heldur en bara fjölda ríkisstjórna í heiminum. Akkurat. Þú veist, þannig að maður þarf alltaf að skoða hvað er á bakvið og því minni peningar á bakvið fjölmiðil, því meira tröstfengjandi er hann. Þess vegna bara, þú veist, ef þú ætlar að í alvörunni, þú veist, og þessi íslensku fjölmiðlar þótt að þeir séu, þeir eru náttúrulega alveg sjálfsögur hluta af þessu hagsmuna og þessu stjættastríði hinna ráðandi og ríkjandi afla, en síðan þegar kemur að utanríkismálum, þú veist, þá eru þeir bara þýðingaþjónusta. Já, nákvæmlega. Þeir eru bara þýða fréttaskeyti, þú veist, og þvælan sem maður er búin að lesa þarna, og ég meina að, þú veist, þetta kemur náttúrulega frá þessum stóru vestrænu fréttamiðlum sem eru fyrst og bandarískir, þú veist, og stundum gleyma þessir að þetta verður að því að, þú veist, Íslendingar að mörguleiti sko fatta alveg ef það er að skýta, eins og muni ekki eftir þegar Anders Breivik framdi stærsta hryðjuverk í sögu Norðurlandana, að þá var í Vísi, stóð eitthvað, já, fyrst var haldið að hryðjuverk var að ræða, en við nánar eftirgrennslan, þá kom í ljós að hann var ekki múslimi eða eitthvað svona, þetta var orðaðið svona, og þetta var eitthvað sem hefði alveg slætað eitthvað í Bandaríkjunum eða Bretlandi eða eitthvað, en þú veist, Íslendingar var alveg bara Þetta er mikið orðaræðin núna í kringum stríðið að það bara, þú veist, þetta eru Evrópumenn sem það er verið að skjóta Evrópumenn núna í stríðið með bláu augu, bara þú trúið þessu. Og þeir sögðu þetta og segja þetta og CNN og allir þessi miðlar hafa verið segir þetta, að bara, já, en ef það er efnavopnaárás, það var á CNN, það var svona einhver panel, ef það er efnavopnaárás, ég meina, núna hafi verið efnavopnaárás í saringas, einhvern veginn með Austurlöndum og svona, en þú veist, ef það væri nú bara í Evrópu í svona, og þið tala alltaf um sko, siðmennta þjóðir, civilized people, sko, þjóðirnar. Maður er bara, vá, þú veist, þið eru ekki að segja það sem eru að hugsa beint, en þið eru að hugsa hvítt fólk. Já, það er bara verið að hugsa það. Já, þannig að þú veist, þetta heimir ennþá óslega mikið eftir þessu, þannig að þú veist, það skiptir óslega miklu máli hvaða öfl er á bakvið fjölmiðla og frjáls fjölmiðlun, ef það er einhver corporate fjölmiðl, þá er hann ekki raskat frjáls. Fólk hefur kannski séð þetta í þáttunum Succession. Ég hef ekki séð það er einmitt svona risa fjölmiðla mógul. Já, byggt á Murdoch. Eins og Rupert Murdoch sem á bara fjölmiðla út allt. Þú veist, hann er bara huge og hefur fárlega mikil áhrif á alla kostingar og getur. Og sem sagt þessi þættir Succession, þá er það svona svipuð fjölskylda. En svo er einn saga sem hérna daginn, og ég mun örugglega ekki ná henni alveg rétt, en það var sovéskur hermaður og amerískur hermaður, og sovjeski hermaðurinn var að segja við ameríska hermanninn að okkar áróður hérna í Sovétríkjunum, hann er frekar góður. En ég er alltaf mjög impressed af ameríska áróðurinn. Og Amerikaninn segi, hvað meinar, hvað áróður? Akkurat. Það segir allt nefnilega. Akkurat. Að það er í alvörunni fólk hérna á Vesturlöndum
sem heldur að við séum ekki í áróðusbúblu og ég bara, guð minn almáttur Rússandir vita allan að þeir eru í áróðusbúblu. það svo miklu, hann sko svo klunnalegur Já. og það finnst mér heilbrigðismerki þetta eins og, hvað heitir leikstjórinn geggjaður sovjesku leikstjóri hann geggjaður sovjesku leikstjóri sem flytur hann fer yfirgefur Sovétríkin fer til Bandaríkjanna og fer að gera kvikmyndir í Hollywood og hann gerir mynd með Stallone svona svaka hasarmynd sem var svaka sem var bara mjög þekkt mynd svona bara hasarmynd og þetta bara eitthvað skýta hasarmynd sko en svo mætir hann á setti og hann segir bara Hollywood ég var aldrei hann sagði sko í Sovétríkjunum þá gáttum við gert, við þurftum bara, það var ógeðslega einfalt hvernig við gáttum komist fram hjá ritskoðunni með bara svona, þú sér það til mig í Tarkovsky sem stórkostlegur leikstjóri, hvernig hann var að skjóta eins og til mig í Stalker, þú veist, rosaleg mynd. Já, rosaleg mynd. Allir sem eru með augu fatta alveg hvert hann er að fara með þetta, þú veist, gagnrýnin, ég meina, þú veist, þú sérð í henni og fleirum svona ótta sem fólk í Sovétríkjunum fattaði varðandi kjarnorkuna og allt þetta, kjarnorkuslys eða kjarnorkustríð eitthvað svona að komast fram hjá því með einhverjum hætti og Kieślowski í Pólandi sem náttúrulega stórkostlegur leikstjóri líka þú veist, hann gætt gert þetta líka hann gætt gagnrýnt á fullu en eins og svo komið aftur að þessum sovéska leikstjóra sem fer til Bandaríkjanna hann sagði bara þegar hann fór að gera kvikmyndir í Bandaríkjunum hann var ekki svona að gera mynd nokkuð skapaðan hlut það var hasarmynd og hann sagði bara að kapitalismin ræður bara geimina að það því þegar hann sem leikstjóra myndinni hann réð ekkert hvernig senunar enduðu pródúsentinn kapitalistinn í verkinu gæðin sem setur peningi það hann réð því skilur það var bara, heyrðu, leikstjóri flottur, nettur á setti, þú veist, sem sagt, peningurinn, kapitalismin, ræður þess öllu. Og það alveg sama með sko ritskoðunina, að þú veist, að einhver fréttamaður ætla að segja eitthvað, gæinn sem á peningin, hann mun í lok dags koma sínu fram og gæinn sem býr til frétt og reynir að búa til frétt, þú veist, hún mun ekkert enda þannig. Ef það hljómar ekki í samræmi við það sem að eigandi fjölmiðilsins eða það sem hann er búin að díla við vini hans eða gæja sem hann hefur hitt og þeir hafa verið að ræða eins og við erum að tala um Íraksstríðið, búin að tala með Murdoch verður ekki Íraksstríðið bara í fína þá þýðir það að það er búið ákveða stefnu veist, og hálfpartinn kaupa stefnu skilur þú veist og ég meina áraður þetta er svo stórgöldi bara svona eins og núna hvernig til dæmis Pentagon eru sko, þetta eru sko, ég man ekki, þetta eru sko, verður ekki fleiri en 100 titlar frá seinni stríði sem þeir hafa, það sem Pentagon hafa komið beint inn í kvikmynda. Eftir Ronald Reagan var forseti þá komið því í gegn að kvikmyndaframleiðendur gætu fengið rosalega styrki frá hermála yfirvöldum. Já, sko, Pentagon eru með svona hálfpartir svona production company. Já. Og þeir, það virkar þannig bara svo einfalt að ef þú ætlar að gera kvikmynd þú ert með handrit, þá ferðu með það til pródúsera pródúsentarnir eru gæðir sem græja peningin á að verki sem gert og þeir munu segja bara aðeins meira klám eða kynlíf eða meiri guns eða slagsmál eða aðeins þú veist og síðan breytir handritur samkvæmt því síðan Pentagon er með þannig að þú kemur með handritar stríðsmynd til þeirra og þá munu þeir segja að breytu þessu ritskoðun og þá færðu peningin og veist, það eru milljón dæmi um þetta sjá bara til þess eins og þegar einu almennu stríðsmyndir sem hafa verið gerðar í Bandaríkjunum það eru gæjar, það eru svona utan svona þeir sem eru svona þau kallaði The Bad Boys of Hollywood skilurðu, Scorsese, Oliver Stone Francis Ford Coppola þeir hafa ekki fengið shit veist, og þegar ég man ekki hvaða mynda var sem Oliver Stone var að gera Born on the 4th of July eða eitthvað þá vantaði hann F-14 þóttur
og þú veist, og þeir vildu fá að ritskoða, þetta heitir ritskoðun, sama hvað þú kallar þetta á Vesturlöndum, ykkur newspeak, þú veist, þetta heitir fokkin ritskoðun, þá, hann endaði með að þurfa að fara hann til Filippseyja og fá að nota flugflota Filippseyinga í senur með F-14 þóttum, af því að þeir ætluðu ekki að hjálpa honum neitt með það. Myndin hérna, Black Hawk Down, Black Hawk Down, það hefur heyrt það? Já, þá komaði með handritið og Pentagon Productions hana, þeir hérna segja bara, heyrðu, byssubardaginn hérna á milli mismunandi, það voru innbyrðis, það er innbyrðis í mannkvörtunum Navy Seals og Marines eða eitthvað sem voru að skjóta okkur annan. Þú veist. Já, og þá var bara, nei, þetta má ekki vera. Og hetjan í myndinni, hann, sko, ég man ekki hvort hann var pedofíll eða hvað hann var, þeir heldur þetta breyta nafninu á honum eða eitthvað svoleiðis. Og þá, og það voru fleiri breytingar, en þetta voru svona eitt af breytingunum. Og þá, þegar það var samþykkt og myndin var ritskoðuð, kapitalisk ritskoðun, þá fekk hann alla hjálp í heimi og bara sko langt út fyrir þetta venjulega. Það var með þess að fara í utanríkisráðuneytið, af því að þú veist, myndin var tekin upp í Norður-Afríku, einhver Norður-Afríkuríki, og sem er með í lögum að það megi ekki vera erlendir hermenn í landinu, en hvítahúsið reddaði því að það gáti verið, því að þú veist, þegar Pentagon gerir þetta, þá græja hernaðar sérfræðinga, öll vopn og allt sem að þú þarf til að gera myndina raunverulega. Þess vegna eru, sko, bandarískar stríðsmyndir eru bara, þú getur hort á bara Tom og Jenna og fengið að vita meira hvernig stríð ganga fyrir sig heldur en, þú veist. Akkurat, og bara, þú veist, Víetnamstríð, þá var ennþá svona mainstream-myndir sem voru með einhver ádeli eins og Deer Hunter, til dæmis. Já, þetta voru að tala Francis Ford Coppola, gerði Deer Hunter. Akkurat, og þú veist, en tengt Afganistan og Írak, er ekki búin að koma neina myndir af þessu kaliberi sem voru svona mainstream-myndir. Nei, þetta var fyrir þá tíð vantilega sem að Pentagon fór að blanda sig inn í þetta, því ég held þetta hafi komið með Ronald Reagan, sko. Já, sko, þeir voru byrjað á þessu löngu fyrr, en örugglega hefur aukist gett mikið með honum. Af því hann alltaf var líka Hollywood-kall og hann var rosalega, þú veist, hann tók þátt í, skilur, að snitsa, að rotta á vinstrimenn í Hollywood, sko. Þannig að, já, þetta er alveg góð punktur, þú veist, bandarískar stríðsmyndir eru bara, ég meina, þú veist, ég veit það ekki. Það var nú að vera að tala þú veist, ekki það að Jarhead sé eitthvað skiptin innu máli, hún var svona ekkert róttæk, en ég meina, menn sögðu hún væri sannfærandi. Já, fólk vil sjá alvöru svona mynd sem kemst næsti að vera svona anti-stríðsmynd, þá mæli ég með að skoða Come and See. Það er basically, það er óhuggulegasta mynd sem ég sé. Já. Come and See, eftir hvað heitir hann? Klímov, Elín Klímov. Það er sko, ef einhver vil bara átta sig á því að hvað stríð er alltaf fucking one-two-mynd, þá ætti mann að horfa á Come and See, sem hét í íslenskri þýðingu Farðu og sjáðu. Hún sýnir, maður hatar fasista og fasismann svo mikið. Í raun og veru niðurstaðan er að hata fasismann en ekki einstaklinga heldur, og hún er svo óhugguleg og hún er svo brautryðjandi hún er svo brautryðjandi í kvikmynda og þú sérðu 10 árum setna tricksin sem voru að því að rússar eru svo miklu listamenn að þú sérð bara tricksin notu löngu setna í Hollywoodmyndum eins og bara þegar að þú heyrir bara, það er búið að gjörsprengja skóginn sem skærulegarnir voru í þú heyrir bara í nokkra mínútur bara ílið sem að gerist þegar eyrun verða fyrir svona sprengingu það er löngu, skilur þú veist, þessi myndi er stórkostleg hún er svo fucking óhugguleg Já, rosa mikið af góða myndir sem eru ekki gerðar í Bandaríkjunum stríði, Das Boot er geggjað þýsku myndirnar eru geðveikar og þú veist, og það er líka málið að ef þú vilt sjá góða mafíumynd, ítölsku mafíuna, þá horfir á ítalska, Camorra og eitthvað svona, og ef þú vilt sjá sannfærandi stríðsmynd út frá hvað er að gerast í Þýskalandi, þá er það, þú veist, Der Untergang og Stalingrad er rosalega já, og Das Boot þjóðverjar eru rosalega eins og ég segi, þetta er náttúrulega, þetta snýst aldrei að ein þjóð sé góð eða vond. Þetta snýst bara að progressive
liðið í Þýskalandi er rosalega öflugt, það er alltaf verið. Ræpurnar í Þýskalandi eru ógeðslega hræðilegar, afturhaldið og það allt, það snýst bara hversu ráðandi, sko, byltingaröfl eða progressive öfl í landinu, og í Þýskalandi þá er það bara þannig að þú sér það rosalega mikið í listum, og þú sér þetta í fleiri löndum. Ég meina í Suður-Kóreu, í suður-kóreskum kvikmyndum, sko. Þú veist, það er rosalega progressiv og í sjónvarpsþáttum og þú veist, eins og bara harðasta andkapitalíska, sko, myndefni sem þú séð er náttúrulega þættirnir Squid Game. Squid Game, Já, Squid Game. Svo Parasite myndin. Já, og Parasite. Einmitt. Og ef við sjá, sko, stríðsmyndir og þú veist, og þarna kom aftur þessum vestrana ógeðslega áróðri sem er gjössanlega bara að gera ekkert betra. Kórea þarf að fucking sameinast. Þetta er land sem er klofið af okkur pólitískri línu. Það eru fjölskyldur sitt hvorum með við. Þú veist, talaði við Suður-Kóreu fólk þetta, menn þetta er sama fólkið, skilur við. En á Vesturlöndum er þetta allt í einu sett upp eins og bara Norður-Kóreumenn sé bara vont fólk. Það er bara ekki þannig. Einmitt, og það verið að rýna í þjóðarsálina á Rússum daginn í silfrinu, bara það hvernig þeir hugsa, sko. Þeir séu svona, þeir vilja bara svona, og þetta er svo, þú veist, ég er nú verð nú að viðurkenna, ég get nú eitt tímanum í margt skynsamlega heldur en að horfa mikið á silfrið, en sko, að greina þjóðarsálina Rússum, þetta er mest að þvæli í heimi, og síðan er áróðurinn settur upp að, Stalin og bla bla bla, tveir af þremur öflugustu fræðimönnum og svona sköpurum anarkismans eru Rússar. Og það er það frjálsasta sín á, veist, að það verður að tala um að Rússar séu svona elski bara alræði og þú veist, Kropotkin, sko, þú veist, þú finnir ekki lýðræðislegri, flottari kenningar hvernig að setja samfélagið saman eins og Kropotkin. Bakunin, þú veist líka, Proton er annars staðar frá, en það sem ég er að segja að þetta er hluti af þessu. Rússar er ekkert vont fólk. Nei. Bandaríkjamenn er ekkert vont fólk, Úkraína er ekkert vont fólk. Þetta er bara þvæla, sko. Og þetta er að komast upp með svona kjaftaði og halda að þú búir ekki í búblu, að þetta sé bara ráðandi og þú veist, og allir, þú veist, kapitalistarnir í Rússlandi, þeir allir ólígarkar, en þeir eru entrepreneurs og geðug rómans og Instagram heitir á Vesturlöndum. Collateral damage þegar Vesturlönd sprengja börn, þú veist. Já, collateral damage. Ekki civilian, kids killed. Já, akkurat. Double speakið. Þetta er double speak og newspeak eins og er talað og það sem að menn vera átt að sjá, af því að þessi snillingar, og nú er þetta alveg komið í ljós að þetta er bara eitthvað sem var markvisst gert. CIA tók geðveika þátt í þessu, að taka George Orwell og reyna að breyta framsetningunni þannig að það hentaði eins og það væri bara eins og Vesturlönd væri geggjuð og allt í Austurblokkinni væri hræðilegt. Sko, George Orwell var sko langt til vinstri við Sovétríkin, hann var svo róttækur sósíalisti. Hann barðist með anarkistunum, púmsveitunum í Spánarstríðinu, þú veist. Gegn fasistunum og svo náttúrulega voru stalinistarnir að fokki þeim líka, þú veist, helviti þreytt þeim að þar, en fattu hvað ég meina, að hann var sér svona, á þeim stað, sko, að búin að upplifa bara alræði er viðbjóður, kapitalist alræði eða stalinist alræði, skiptir ekki máli. Þegar hann er að skrifa 1984, þá er hann að tala um alræði, hann er ekki að tala um vonda Rússa eða vonda hitt eða þetta, hann að tala bara um leið og einhver örlítill hópur hefur allt vald. Og þú veist, við erum svo mikið þar á Vesturlöndum. Við getum endast verið að benda að finna einhver ríki sem er eitthvað svona eða hins einn, en við búum hér og okkur ber skylda til að lýðræðisvæða og betur bæta okkar samfélag. Þannig í staðinn fyrir að vera alltaf bara, þú veist, það er örugglega verra bara að búa í Burma eða eitthvað. Já, kannski. En við búum bara ekki í Burma, þú veist, drullusokkarnir okkar eru hér og þeim langar alveg það sama eins og öllum einræði sem er í heimi. En þeir komast ekki upp með það af því það eru, þú veist, fullt af fólki sem er progressive
öflugt í verklæðishreyfingunni, öflugt í starfi eins og þið að gera, þú veist, fólk sem rífur kjaft, fólk sem að fórnar sko lífi og limum og lífi, þú veist, bara sama fólki og bara dó á Norðurlöndunum við að berjast fyrir réttinum til að fara í verkföll, réttinum til þess að þurfa að geta labbað heim eftir 8 stundar vinnudag og geta lifað af því. Þú veist, það er búið að deyja, venjulegt almennt fólk er búið að deyja fyrir réttindi sem við höfum og það er sko ekkert gefið. Nei. Sko kapitalistarnir gefa ekkert, ekki örðu, þeir taka bara og leið og kemur sjokk á samfélagið, þá fara þær í þetta. Já. Við sjáum það bara með COVID, leið og kemur eitthvað svona, þá byrja ríkisstjórnir, hvernig getum við þetta plokka vald almennings burt, hvernig getum við ennþá meira takmarka vald almennings. Og það, hvernig var þetta sett fram í vestrænum fjölmiðlum? Það var bara, já, annarkvort ert þú bara búin að dæla í 20 bústurum af Janssen sem er bara drasl frá einhver einkafyrirtæki sem er fyrir dómstólum í dag fyrir að drepa, taka þátt í að drepa 100.000 eftir notkun á Oxy sem þeir smygluðu gegnum FDA sem allir vita, fólk getur, ef fólk vil horfa á þætti þá er Dopesick, mjög gott dæmi það. Dopesick, já. Þú veist, og leið og þú veist, að einhver sagði eitthvað, þá var hann anti-vax. Já. Leið og þú segir ekki bara já frábært NATO, áfram NATO förum bara í þriðju heimsstyrjöldina og út af Úkraínu þá ertu orðinn pútinisti. Hvernig var þetta eftir 11. september? Allir múslimar var terroristar í kalda stríðinu, allir vinstri menn voru bara Stalinkomar. Þú veist, vestrænum fjölmiðlar og heldur og sért ekki í búblu og bara svona einhliða svarthvítið þvælu sem þjónar engu tilgangi nefn að ráða öflum á Vesturlöndum, haldi áfram að ráða sem mestu í Vesturlöndum og allan heim, skilurðu. Bara greið, sko. Ándjóks, you need a wake up call, ef þú heldur það, sko. Já. Heldur betur. Heyrðu, Erpur, þetta er búið að vera alveg frábært. Þetta er ekkert búið, sko. Þú veist meira. Ég meina nú tek ég alræðisvaldið, nú tek ég yfir. Já, takk yfir. Nei, hvað sér? Viltu aðra spurningu? Ég meina. Ég bara til ég hérna er eitthvað gott libbadæmi með hann. Já. Hann er að dásta Sigur Inga og ég pælum ekki í framsókna því að þetta virðist virka rosalega mikið hann, þessi taktík. Það er bara að slengja fram hérna, við erum hetjur gegn Rússunum og þá mæta libbarnir bara, vá, Sigur Ingi, vákan er flottur maður, skilur. Og það er bara nóg. Já. Þú þurfir ekki að fucking gera neitt, sko. Þetta er náttúrulega brandari, sko. Og svo komur einn góð grínmynd frá Jæja, sko, sem að, það er seldi góð, sko, pöngið er dautt, einhvers stað vera peningarnir að vera, sko. Sigurður Ingi er svo sko, ég er náttúrulega, ég með ekki vænt Jón Gnarr og mér er þetta ógeðslega skemmtilegur og frábær og svona, en hann tekur svona flip, ég meina, hann var eftir að segja Kannski er þetta já, þú veist, heyrðu, hann var kaþóleki, hann var bara í Opus Dei, pískandi sér í Kasakirkjunni fyrir nokkrum árum, þú veist, hann er grínari, sko, þetta er eitthvað grín, sko. Ég fyrirgef Jón Gnarr mest, en fólk ágætt að taka alltaf mikið mark á þessu, ekki frekar en þegar hann þóttist að vera svaka kaþóliki, fór inn í versta bara trúarofstaki samfélag bara í heiminum, bara þess að menn voru bara, þú veist, að fara inn í það, sko. Núna er hann komin í nýtt svona alræðis flip, sko, en þetta er ekkert hann, þetta er bara, hann er aðeins, bara smá flip. Þarna líka fer ég aftur í þetta, þú veist, þetta er eitthvað sem að, svona, ég líður svo illa með að persónu gera, sko, Sigur Ingi, maður geta alveg fengið sér í vöruna með honum, en maður á heldur ekki að þú veist, maður á heldur ekki að fara í það, sko, að vera eitthvað að bara lepja pungin og nokkuð sköpum lið. Þetta getur gengið hínátturinn líka persónugeringin að þú fyrir að tilbyða þetta lið, sko. Akkurat. Það má heldur ekki vera. Akkurat, þetta samfélagið alltaf á að vera þannig að við tjáum okkur, skilur við, þetta er náttúrulega algjör þvæla hjá vini mínum Jóni Gnarr, þetta er algjör djöflasýra að NATO sko NATO-ríkin eru núna búin að vera að styrkja Sádi-Arabíu, versta einræðisríki, bestu vini NATO eru versta alræðisríki, Norður Kórea er bara karnival með við Sádi-Arabíu og þá er mikið sagt, það er búið að NATO-ríkin, helstu NATO-ríkin, eru búin að styrkja þeirra stríð gegn Jemen, sem þú heyrir ekkert í fjölmiðlum. Í 5 ár er Sádi-Arabía búin að vera að herja á Jemen 350.000, öll íslenska þjóðin dauð, fórnarlöfin meira, nú er ég bara snirtilegur tölunum, 350.000 manns dauðir á 5 árum.
Til lukku með NATO, Guðblessi NATO, út gluggan með NATO. 20 milljónir í gluggan með NATO, heldur. Já, og þetta eitthvað sem að vel meinandi fólk, eins og Jón Gnarr og fleiri, leið og þau myndu sjá þetta, þá fattar þetta. Fattar hvað ég meina? Algjörlega. Og Sigurður Ingi, þú veist, ég meina, hann náttúrulega hluti af stjórnmálastéttinni, skilurðu. Og hefur gert ýmislegt gegnum tíðina. Já, ok, nú, ég var að reyna að fara eitthvað, já, Sigurður Ingi, geggjaður eitthvað. Nei, þú veist hvað ég meina. En þetta er náttúrulega, en það er líka fullt af fólki sem meinar ógeðslega vel og bara raunum með mjög gott hjarta, sem náttúrulega með upplýsingar í höndunum sem ræpa. Já. Ég meina, við erum með apartheid ríki, og þeim gengur miklu betur, Vesturlandi gengur miklu betur að sannfæra Vesturlandabúa að apartheidríkið Ísrael, sem officially yfirlýst apartheidríki af Sameinuðu þjóðunum, Amnesty International, Human Rights Watch, allir. Þetta apartheidríki að gilda ólík lög eftir hvort þú sért gyðingur eða hvort þú sért arabi. Og þeim gengur miklu betur að fela það og láta libbana halda áfram að elska það, heldur en þeim gekk, þeir lærður rosalega mikið á því þegar apartheid í Suður Afríku, þeir PR-starfið að rann út í sandinn, skilur þeir læra af öllu svona, þeir stúdir þetta allt, sko. Og eins og við myndist á áðan, þeir eru með alla bestu sálfræðinga í heimi, eða flesta. Ég meina, þú veist, það bara þannig, ég meina, þú veist, það bara, þú veist, og þetta ekkert svona, þetta ekkert eitthvað samsari, þetta bara, þú veist, einhver kemur, þú veist, þegar eins og bankarnir skáta öflugustu gæjana sem í Harvard í efnahags, sem í læra innan efnahags fræðana, þeir skáta og ná þeim bestu og borga þeim, borga skólagjöldina ef þeir þurfa og taka þá inn í bestu störfin. Þetta alveg, sko, þetta alveg skert þarna. Þeir ná liði sem að þú veist, þetta fylgst með, og ég meina við sjáum bara þegar Austur-Þýskaland fellur og alla bækurnar opnast, skilur sem sagt bara öll skjölin, hvað eftirlitskerfi var ógeðslega viðtækt og allir á Vesturlandi bara, wow, þetta rosalegt, og maður bara ja, hvað haldið að við búum þegar einu sinni einhverjir hafa opnað sig það hvernig kerfið hér, eftirliti með almenningi hér og þeim sem að þora að hafa aðra skoðun heldur en korporatmiðlarnir, þá vita það fylgst brjálað með liði og það rosalega metnaðar í að halda öllum á mottunni, og ég meina stundum klikkana og þá enda menn í lífstíðarfangelsi eins og Assange og lendi í fangelsi eins og Manning, eða enda landflótta eins og Edward Snowden leið og upplýsingar, og þetta er hættulegasta fyrir alræðisöfl sannleikurinn, og það gildir það sama á Stalin og það gildir það sama á Vesturlöndum í dag. Og þú sér það leið og Vesturlönd, þetta verður erfiðara fyrir ráðastefnuna að halda völdum, þá verður miklu fleiri Assange og miklu þannig, þú veist, og fólk sem að fer í fangelsi sem raun og veru sem bara pólitíski fangar. Og þeir geta fundið endalsa lögfræðinga til að orða þetta rétt, skilur að hafa nú brotið á þú veist. Eins og gera við Assange. Hvað segirðu? Eins og þeir gera við Julian Assange. Eins og gera við Julian Assange, og ég meina, þú veist, eins og niður á Spáni, ég meina, þú veist, þetta samkvæmt Amnesty, þá þetta sé ekkert land í heiminum sem með jafnmarga fangelsaða listamenn eins og Spánn. Pælið því. Já, en það nú það enda klaufalega, sko. Það að þú mátt ekki tala ítla kóngin, sko. Já. En það ekki svona, þeir þurftu að fá smá PR vinnu frá Bandaríkjunum. Þeir eru vist með rosalega leyniþjónustu á Spáni. Já, þeir eru. Og nú á Íslandi vilja þeir fá sjálfsforvörku. Varáttunum við glæpi. Já, þú veist, þeir sko, sannleikurinn versti óvinur alræðistjórna. Og þú veist, ef þú getur ekki barist gegn því sem sagt með bara lögunum sem eru samþykkt og eru nokkurn veginn lýðræðislega tjekkuð,
þá þarftu leyniþjónustu og leyniþjónustu stórveldana eru nú bara hryðjuverkahreyfingar. Þetta eru nú bara hryðjuverkahreyfingar sem að og ef þið fá ekki peningin frá svona lýðræðislu apparatunum eins og við sáum þegar Bandaríkin voru að styðja við bara hryðjuverkahernað gegn sandinistunum í Nicaragua. Þú veist, þegar að vopnarsend, þegar kom í ljós hvaða ógeði voru að gera gegn almenningi í Nicaragua, sem kontraskjalaðir, og þau hættu að fá vopn, þá fór CIA bara að selja vopn til Íran á sama tíma og Bandaríkin voru opinberlega að styðja Saddam Hussein í Íran-Írak-stríðinu, þú veist, og svo flytja hann náttúrulega heim flugvélina með kókainu, þú veist, það er sko sagan bara kókainlínuna, hvernig þeir fóru með vopn frá Bandaríkjunum niður eftir og sömu flugvélar með kókain heim, sko, leyniþjónustur eru, sko, starfa alveg eins og hryðjuverkahreyfingar. Þeir gera hvað sem drepa hvert sem þú veist, það er bara það sem þessar, þú veist, nú ætlum ég ekki að segja að við séum eitthvað stórveldi, en ég meina, þetta er helvíti eitthvað sem býr í skugganum, þú veist, rottugangur, sko, rotturnar halda sig í skugganum. Hverju djöfulsins. Og það er engin lýðræðisleg stjórn með því að láta leyniþjónustur hafa eitthvað vald sem hefur ekkert að gera með, sko, það sem við getum fylgst með. Og það er engin ástæða í fjandanum til þess að það er ekki svona einn réttlæting til staðar. En þeir nota náttúrulega og fjölmiðlar taka þátt í því að auka hræðslu. Þú veist, þessi hræðslu áróður, ég meina eins og við sáum í COVID, það var bara þú veist, sko, og ég ekki að gera lítið úr COVID, alls ekki. Ég ekki, þú veist, því að núna er svo auðvelt, sko, að bara, ef þú segir eitthvað, að þá bara, já, anti-vax, ég er ekki að segja það. COVID er mjög alvarlegt mál, en leið og fólk er hrætt, þá munir kapitalistarnir nýta sér það til þess að græða á því og ríkisvaldið mun reyna að nýta sér, margar ríkisstjórnir mun reyna að nýta sér valdið til að ná meira valdið til sín. Og það er sama með, ef það er hryðjuverk, ef það er stríð, og það er ástæða fyrir að stríð er svo fucking vond hugmynd fyrir samfélög, að það er alltaf, eins og núna, sko, þú getur bara réttlætt það að banna hreyfingar eða stjórnmálaflokka, banna hluti, eftirlit, bara, þú veist, alls konar leynilögreglu, bara hvað sem skilur við. Já, og við sjáum það náttúrulega eins og við sjáum það náttúrulega mjög vel í Rússlandi, það er bara, þú veist, að við séð myndband að þessum að konan er hérna með bara, það mátti ekki skrifa eitthvað ákveðna hluti á mótmælaspjöldin, svo var ein bara með svona hvítt blað og lögga bara, nei, handtaka hana. Það var líka eins og að styðja Pútín og hún var dregin líka, sko, þegar hún fór fram kameru og sagði, hvað er það á móti þessu? Og þá komur löggur og dróð hana í burtu, sko. En já, shit, ég var ég til að tala við lengur, en við verðum bara að fara að slúta þessu. Það er bara, við verðum að taka part 2, bráðum. Við tökum part 2. Bjarni Ben hefur náð til. Já, ég held að hann er í eyranu. Himbandur hafa náð til. Nei, ég er alveg góður. Ég og segja allt örgulega bara sem ég ætlaði að segja í bili. Þetta er búið að vera það juicy að ég held að þetta sé góðu tími svo að fólk geti meðtekið þetta og svo kemur þetta. Hvað er þessi paprika að gera það? Þetta er bara leyndamál. Þetta er secret sauce. Þetta er eitthvað leyniregla þetta. Já, það er smá message inn í gangi. Já, þetta er gott. Ef þú fattar það, fattar þið. Já. Erpur, takk kærlega fyrir. Sömuleiðis drengir. Og það er gott að hafa þið í baráttunni, að vita þið er í baráttunni. Já, ég er alltaf eitthvað að remba, sko. Já, heldur betur. Æðislegt. Og þið, hlustundur, takk kærlega fyrir að vera með okkur og okkur laka til að sjá okkur aftur næst á mánudaginn klukkan 9. Verið sæl.